Klukkan orðin 4 og FM 95 Blöð hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Við erum að hlusta hér á Thrift Shop með Macklemore. Það er 5. júní og Auðun Blöndal og Pétur Jón Sigfússon eru mættir hér í stúdíóið. Ég ætla bara að byrja á því, Pétur, að bjóða þig velkominn. Hakkaði kærlega fyrir það, góðan og blessaðan daginn. Góðan og blessaðan daginn. Kæru hlustendur nær og fjær. Kæru hlustendur nær og fjær. Það verður nú að viðkennast að það er skrítið andrúmslofti hér niður í Skaftahlíð núna, 365. Já, það er þungt yfir. Það er þungt yfir sem að er skiljanlegt. Það var góðu vinur sem kvaddi í gær. Já, Hemmi Gunn. Hermann Gunnarsson og mikill vinur okkar beggja og stórkostleg manneskja í alla staði. Já, var það. Og þetta, ég finn nú bara ekkert að því að þetta er nú bara með betri manneskjun sem ég hef kynst hann Hemmi Gunn. Já, það er alltaf svona, þetta er sko, hann var alltaf, það er náttúrulega búið að segja allt sem segja þarf í rauninni sko. Já, það þarf svo sem ekkert að ræða hann, ég held að viti allir hvaða mann hann hefði að geyma. Já. En þetta er bara skrítið einhvern veginn og þetta er búið að skrítin dagur. Já. En lífið maður. Já, svona er þetta. Hann fekk nú 2. Já. Þetta var, hann fekk auka 10 ár. Já. Með okkur sem betur fyrir. En við ætlum nú ekki að ræða það neitt mikið í dag, en svona, ég veit ekki, sko, ef ég var alveg hinskilin, þá veit ég ekki alveg bara hvað ég á að segja, sko. Nei, það er bara, þetta er, svo segir við bara, þetta er svo skrítið allt saman eitthvað, maður. Þetta er súrt í bragði. Já. En áfram heldur þetta allt saman. Það er rétt, við ætlum að reyna að vera með gleði og skemmtun hér í dag fyrir ykkur kæru hlustendur og það verða hér fasti liðir eins og venjulega. Við ætlum að láta að skella okkur sturlaða staðarindir, karakter sem að er í miklu uppáldi á Pétur Jóhanni sem að, ég er nú ekkert búin að þróa neitt gríðarlega en hann hefur tekið 1 símtal áður. Já, og það kemur annað símtal frá honum í dag. Já, hann er svona samkvæmt beiðni frá mér. Já, og hann er að láta auglýða, hann er að beðja skeyti og annað. Já, hann er svona að beðja fólk að gera sér smá greiða og svona, já, lesa. Hann vill láta lesa upp eftir sig. Þetta er bóndi sem er nettur perri og vill láta lesa upp eftir sig. Já. Komum betur inn að það hér á eftir. Og svo eru það bara svona fastir miðvikdagsliðir. Þú ert komin heim frá Danmörku, Pétur. Já. Hafðu það gott þar eða ekki? Það er yndislegt að fara til Kaupmannahafnar við og við. Já, hvað staldraðu lengi við? Mánudegi til föstudags. Já, og ert orðið reiðbrennandi í dansku? Já, nú kan maður snakka þetta dansku. Já, það höfðu ég. Og nú skal maður hafa sjokolade með hlöðuskúm. Var mikil gleði í Danaveldi? Já, þetta er, já. Skára veður en hér væntalega? Miklu skára veður, það er náttúrulega númer 1, 2 og 3, svona það sem að gerir dálítið gæfu munin, sko. Fólk er á allt öru tempói náttúrulega þarna, einhvern veginn. Bara eins og Íslendinga verða þegar kemur gott veður hér loksins, þegar við fáum þessar nokkra daga. Já, þá er hægt að fara svona að gera þessi dagamun, klæða sig í léttari föt og tilla sér einhver staðar og spjalla daginn og veginn og það var svona léttur vindblær, skilur við, allstaðar, sama hvar þú ert, skilur við, það er nú yfirleitt þannig ef það er heiðskýrt og sól hérna, þá er allt fjúkandi. Já, hér. Ef þú kemur fyrir hopp. Það getur verið mjög hlýtt einhvers staðar, það mátti eiginlega ekki fara að handa hopnið. Nei, mátti ekki fara hinum yfir húsið, skilur við. Og þú ert kannski hjert í bongo og blíðum maður og miskilur konseptið einhvern veginn og svo fíkur allt í fjandan sem þú labbar eitthvað og ætlar að heilsa upp á félaginn og næsta götuhorni. En þú ert nú svona oftast líka glad, ég sé þau nú ekki oft fúlan, Pétur. Nei. Tuða þú og vælir yfir veðri eins og ég, eða? Nei, er þið bara sama? Mér er eiginlega, þetta er náttúrulega bara maður ákveður þetta sjálfur og ég læt mér vera sama. Já, það er rétt. Ég kem mér í þannig stellingar og tel sjálfur mér já, við ætlum að fara hér í lag. Ég veit ekkert hvað ég ætla að segja, sko. Nei, ok. Tel mér sjálfur mér í trúum að þetta skiptir ekki máli. Já, þannig að þú ert ekkert að væla að töða yfir þessu. Nei, ég nenni því. Nei, við ætlum að vera á léttunótunum í dag, kæru hlustendur, það verður stemmingir hjá okkur, en fyrsta lagið í dag er tileinkað góðum vini. Hann heitir Hermann Gunnarsson og hefur katt og þetta lag á held ég vel við bara. Þetta er hljómsveitin Queen með lagið Show Must Go On og við bara sendum samúðarkveðjur á fjölskyldu og vini. Mikill snillingur. Þetta var hljómsveitin Queen hér með lag sem að heitir The Show Must Go On og einmitt lína sem að Hemmi Gunn hendi nú reglulega.
Já. Var svona að stríða manni. Show must go on. Þetta lýsir honum, sumar hann upp. Já, en það hins vegar, Pétur, vilt þú kannski detti gírinn og kynna minn sem slúðurkóng? Já, kæru hlustendur, nær og fjær, hvar sem eru stödd í heiminum, það komið að slúðurpakka dagsins hér í FM 95 blöð. Það Auðun Blöndal, slúðurkongur stöðvarinnar. Slúðurkongur? Slúðurkongur, ekki bara stöðvarinnar, hann bara slúðurkongur Íslands. Nei, það þetta ekki titill sem maður myndi vilja bera þetta. Akkur ekki? Það vera slúðurkongur Íslands. Þú ert alltaf að velta þér upp úr einhverju smjattandi á einhverju sem fólk að vasast í kringu þig. Nei, það bara hluta þættinum. Já, þú segir það. Já. Þú lætur það í veðri vaka, við skulum gefa honum gott hljóð, gefa honum gólfið. Hér Auðun Blöndal með ferskan, bullandi, sistlandi slúðurpakka frá útlöndum. Hakka yfir það, Pétur Jóhann. Ég ætla að byrja slúðrið á Kate Winslet. Nó, það ekki. Það kannast flesti við þá leikonu. Sló í gegn í Titanic á sínu tíma og hefur nú unnið einhver Óskarsverðlaun. En hún var að eignast sitt 3. barn núna á dögunum. Og það með eiginmanni sínum Ned Rock'n'Roll. Heitir maður? Ned Rock'n'Roll. Ned Rock'n'Roll. Já. Ned Rock'n'Roll. Skrítina. Þetta þeirra fyrsta barn en þau eru búin að vera gift síðan 2012. En það sem að svona, það sló mig ekkert en svona vakti furðu mína eða vakti athygli mína. Já. Að þetta hennar 3. barn með 3. eiginmanninum á 9 árum. Já. Þannig að hún einhvern veginn hún ekkert að hika við þetta. Það farið bara beint í hjónaband og barn alltaf. Já. Og ekkert þessin? Ekkert að því. Nei, ekkert að því. Já, ég minna, nei, ekkert að því maður. Nei. Við búum hér í nútíma samfélagi og fordómar. Já, við erum ekki með hennar fordómar alls ekki, þetta. nei. Það er nokkuð. Nei. En hvað ekkert meira? Hún bara á von á sínu 3. barni. Já, og það með rock'n'roll. Ég ætlaði bara að ræða, með rock'n'roll og ég ætlaði svona að ræða við, mér fannst eitthvað pínu skrítið að hún var að eigna sitt 3. barna á 12 árum með sínum 3. eiginmanni. Já, ég minna, það bara. Já, ekkert að því. Nei. Það næsta slúður og já, ég veit, þetta pínu skrítið, þetta svona slúður sem átti kannski heima 1988, en New Kids on the Block þurftu að fresta tónleikum sínum í Kanada núna á dögunum. Leiðilegt. Já, leiðilegt fyrir þessar 5 sem biðu. Já. Því að rúta þeirra fekk ekki inn í Kanada og þurftu því að cancela þessu gigi. Fekk rútan ekki inn? Nei, það var bara rúta þeirra fekk ekki að fara í gegnum tollin. Já. Og það stendur eiginlega ekkert hérna afhverju. Óskoðuð eitthvað? Nei, þetta var bara, það stendur ekki hérna. Nei, hann einu er á framan rútubílinn eitthvað, hann fer ekki til. Já, þetta var náttúrulega nokkra rútur sem að fylgja svona stóru bandi. Já, það er bara. Ég vissi nú ekki eins og þeir væri ennþá að túra strákarnir. Ég held að það bara tekið einhverja 2-3 sýningar hann daginn. Já, kannski voru þetta bara einhverjar gamlar hljómsveitarrútur maður sem að bara, þú veist, voru óskoðaðar og svona, einhverjum þeir vílíkir dallar maður. Þið farið ekkert á þessun í landið, strákar mínir? Nei, þetta fer ekkert lengra heldur en hingað. Já, það er ekki búið að skoða þetta. Það er alltaf óskoðað og einekta framan og aftan. Þekkir einhver lög með New Kids on the Block, Pétur? Nei, ekki neitt. Sko, New Kids on the Block, þeir voru sko kúkurinn þegar ég bjó í Bandaríkjunum 1988. Já. Þá voru allar stelpunar sem voru með mér í bekk, þá meina ég allar í svona jökku með myndum af þeim og svona barmerkjum og það er hérna Step by step. Já, er það Ooh, baby, gonna get to you, girl. Það er nú frábært lag. Já. Frábært lag. Svo þeir eiga líka þetta Hanging tough, are you tough enough? Mástu því? Já, ok. Hellingur á lögum. Frábært lag. Þetta er ekkert dýrslúðupakki sem ég er að henda henni í dag. Veitu hvað, voru bara 2? Nei, Kate Winslet og þetta? Nei, svo er ég líka með eitthvað frá Kardashian að tala? Nei, ég er hættur hann að fjallum Kim Kardashian. En hvað er 3. slúðri? Það er alltaf 3. Já, Liam Gallagher, hann var að tala það núna í viðtali að það er engin sens á Oasis byrja saman aftur næstu ár. Kallaði bróður sín aumingja og það ekki í fyrsta sinn. Nei. Og er núna búin að fá sér nýjan bróður eða svona búin að skipta Noel út. Já. Og er komið með bangsan Ted í staðinn. Ted, sem var í bíómyndinni. Já, það er eitthvað sem segir mér að Liam Gallagher sé fann að drekka stíft aftur eða jafnvel fann að blanda einhverju með því. Gæti verið. Því að það er mynd á hann hérna að faðma bangsan, hann er beru ofan og nett sjúskaðar að sjá. Já,
Og vill meina að Ted sé nýji bróðir Það ekki öll villisann eins. Nei, þannig eru menn að drekka eitthvað annað en bjór held ég Já. Sem svo sem allt í lagi. Já. Við erum ekki með neina fordóma fyrir því hér heldur. Nei, menn bara að gera það sem þeim sýnist Mér langar að nota tækifærið Blöndal. Takkaði kærlega fyrir spikfeitan, bullandi, sislandi Þessi var ekki spikfeitur, ég viðurkenni alveg Víst. Ég var lott betri slúðupakka Slúður alltaf bara, ég meina hvernig Hvaða slúður stóð upp úr hann Kate Winslet var eignast sér þriðja barnið að New Kids on the Block kemist ekki inn í Kanada Þetta er alveg skelfilegt bara spikfeiti bitar maður. Hvaða villis í því maður? Ég er ánægður, ég get ekki beðið eftir viku Þegar ég kem aftur Þú getur hlusta bara aftur á morgun Við ætlum að vinda okkur hér í gæðamúsík. Nei, við ætlum að fara í auglýsingar Svo ætlum við að fara beint í skellt á mig Og fara svona að byrja hana þátt hérna Sýnum andstæðingum okkar virðingu Þrátt fyrir mismunandi skoðanir Þá meiri líkur á að tekið sér mark á okkar eigin skoðunum Ísafold, félag ungs fólks gegn ESB-ald xnei.is styður þannig boðskap. Háskólinn á Bifröst hefur verið leiðandi í fjarnámi í 13 ár. Viðskiptafræði, HHS og háskólagátt. Bifröst.is Smálán Kretia er fljótlegasta og öruggasta leiðin. Sendu bara SMS í 1919 og við leggjum inn hjá þér. Kretia, einföld þjónusta. Stærsti sportbar Hafnarfjarðars opnar eftir 2 daga. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg. Vertu á verði. Taktu myndir af verðhækkunum með farsímanum og sendu á vertuaverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunnar. Samiðum. Njóttu sumarsins með Hawaiian Tropic. Enski boltinn verður á Sport 2 í allt sumar. Gummi Ben stýrir glænýjum þáttum alla virka daga þar sem hver vika verður tileinkuð einu stórliði úr ensku úrvalsdeildinni. Klassískir leikir, skemmtileg viðtöl, slúður, magnaður spurningaþáttur og leikmenn og stuðningsmenn mæta í heimsókn. Hver er leiðilegasti leikmaður Manchester United sem þú mætt? Nani. Það bara Nani. Og heimskasti. Stóru liðin mæta svo til leiks á frábærum uppbytunarmótum. Enski boltinn á flegiferð í allt sumar á Sport 2. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 957. FM. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Blöndal Kristjánsson og Pétur Jón Sigfússon. Já. Með ykkur hér í allan dag. Kannski ekki allan dag. Nei. Til 6. Já, til 6, já. Það er reyndar alveg nóg. Já, það er meira en nóg. Já. Og já, við erum svona í fínasta stuði. Já. Svona miðað við allt. Og ég var hérna með eina pælingu núna, Pétur. Já. Sem að gæti nú farið fyrir ofangarð og neðan. Eins og svo margt annað í þessum þætti. Já. En sko, þetta byrjaði alltaf á mánudaginn. Þá var sturlu staðreind að konur tala oftar dónulega í rúmunu heldur en karlmenn. Já. Og ég fór eitthvað svona að spyrja Jón Gunnar út í þetta og þetta er mjög svona óþægilegt að ræða hvort það maður tali dónulega í rúmunu eða ekki. Og við Sveppi fórum lengra með þetta í gær og fórum og ringdum í nokkra þekkta einstaklinga og spurðu það hvort þau töluðu dónulega í rúmunu og hvað þau var að segja og svona. Já. Og sem var skemmtilegt en fólk vildi náttúrulega ekkert mikið ræða þetta. Ég var spáði að fara með þetta á nýjan stað í dag. Ok. Ég var að spáði að við tveir vinnandi, við erum nú gengið gegnum ýmislegt saman. Já. Ég hef skeymt þér og annað. Rassamælt mig. Ég hef rassamælt þig, ég hef skipt á þér. Skipt á mér, já. Og sleikt á mig tærnar. Við höfum gengið saman gegnum ýmislegt. Já. Ég fór að hugsa núna hvort við ættum að prófa því að nú ert þú leikari, Pétur. Er það? Já, þú ert, ég verð að gefa það. Ekki lærður, sko. Nei, ekki lærður, en þú ert góður leikari. Ég er að hrósa þér hérna núna, þetta kemur á hjartanu. Er það? Já, mjög góður leikari. Já, ég kann ekki að taka hrósi. Nei, en segð bara takk. Takk að ég kælaði fyrir mér. Já, og hérna, ég fór að hugsa núna. Þetta gerir grína mér? Nei. Nei, hvort að þú myndir tala dónalega við mig. Segjum svo að við værum par bara og þú ert komin í bíómynd eða leikrit eða eitthvað og ég get alveg komið hérna svona aðeins nær þér og hjúfra mig hjá þér og þú átt að tala dónalega við mig.
Nei. Takk kærlega fyrir en ég er góður. Þetta er bara bjánalegt þetta. Hvað, ég skil því ekki. Ég skil því ekki. Ég þarf ekkert að koma til. Nei, ég skil ekki hvað þetta tala um að tala dónalega. Ok, ef við værum kærustupar, Pétur. Já. Ég meina, það eru, ég á, karlkyns vini sem eru saman. Það ertu ekki að tala um þegar fólk að gera hitt. Já, stundakynlíf. Já, það sé gasbrand eitthvað að þvæla á meðan. Já, tala dónalega. Nei, það ég... Þú ert eitthvað í því sjálfur? Ekki séns. Nei, þú ert ekkert í því. Nei, þú veist, ég veit ekki eiginlega hvað ég ætti að segja. Okay. Hvað maður að vera að segja. Sko, ok, ég lít þannig á málið. Já. Að þegar þú ert að gera hitt, já, að þá eru tveir aðilar sem eru yfirleitt saman í þeim aðgerðum. Já, oftast, já. Og sko, ef að fólk er búið að vera lengi saman, já, þá veit að sirka hvað hinn vill og hvað hinn vill ekki. Já, en við þekkjumst mjög vel. Ég og þú? Já. Já, þannig að ég lít hann á máli að ég þyrfti ekki að tala við þig maður. Ég myndi bara ganga hreint í verk. En ef við værum saman, hvað værum að segja? Kistum á hálsinn hérna. Það er ekki að tala dónalega. Nei, ég skil ekki þá. Það fattar ég. Þegar helvítið fáið. Eitthvað svona dónalegt. Þú veist ekki hvað... Þegar helvítið. Þegar helvítið, djöfur raumikið hérna. Svona lokaðu kjaftinum að þér á meðan að vera með eða eitthvað svolítið. Nei, ég skilindi ekki. Ég veit svo sem ekki hver ég er. Ég elska hvernig þú horfir á mig. Eitthvað svona. Nei, þú kannt ekki að tala dónalega. Ég elska hvernig þú horfir á mig, kista með hálsinn. Já, þú veist, ég veit ekkert. Það er bara, verður grimmur og segðu mér að... Nei. Eina sem ég gaman, Þegju. Já, ok, þannig að ég vissi að þetta var ekkert útpælt hjá mig, sko. Nei, en kom þú með smá leikstu? Þetta átti svona að vera áskorun á því að þú myndir tala dónalega við mig hérna í stúdíónu. Já, ég er að reyna að komast þangað, sko, á sama stað og þú. Ég er ekkert komið þangað. Jú, þú varst komið löngu komið þangað. Jú, þú varst komið þangað bara á meðan að lagi hljómaði, sko, með áður en að við byrjum að tala hérna saman, sko. Þú veist, hérna... Þú kannt þetta umblóðar, þú ert maðurinn í það. Þú veist, þú vilt þetta sköllóta helvítið þitt eða eitthvað svona. Já, en ég meina, það er bara móðgandi. Nei, það er, þú veist... Jú. Já, það er að tala dónalega. Það eru ef að, og tveir aðilega treysta okkur um öðrum, þá á þetta, ekki þetta myndi aldrei æsa mig, sko. Ekki? Sköllóta fýbliðið, maður. Nú út af það gengur þetta þegar þú ert með makaðinni til dæmis. Já. Eða ert að sofa hjá, veist, stúlku, þú ert að tala dónalega við hana, þá ert að segja hluti sem þú myndir aldrei segja við hana dagstaglega, sko. Já. Já, þetta er eiginlega bara dött þetta hjá okkur. Nei, ég meina, ég er, sko, þú veist, þetta er ekki dött, ég er bara að reyna að kynnast þessu, þú veist, ég veit ekki að það, hvort þetta er hérna þið, eða, þú veist, vá, komið langar að sjúga brjöltin. Þú veist, er það dónalegt, vá, eða einhvern svona djöðlangum með sleg ekki að hálsina þér eða eitthvað svona, er það eitthvað? Nákvæmlega Sjóbrjóst Er það ekki svolítið dónalegt? Nákvæmlega Er það ekki dirty? Ég veit það ekki. Hvað, eða þú veist, á ég frekar að segja djöðlega ógeðslega brjóst og sláðu þau eða þú veist, ég meina, hvað er... Já, ég veit. Það er dónalegt, en það er líka bara eiginlega svona hálfmóðgandi. Þetta heitir að talk dirty, Pétur. Já, ég veit það umblundar. Já, það er ekkert að talk dirty að segja, herru, djöðlangar með að sleikja það brjóstin. Það er hrós. Það voru ekki að tala dónalega. En ef ég er þetta þá, já, ég geti því. Ég kann þetta því. Já, veist, það er eins og ef ég held að sé best bara að ég haldi kjafti. Ég myndi til dæmis, ég segi mér svolítið fyrir mér að vera raskella þig og segja að þú vilt þetta rúllupilsa en eitthvað svona. Þú vilt þetta rúllupilsa. Já, það er dörti maður. Já, svona dónalegt. Hanna maður, Uddi, þú ert alveg með þetta. Já, herru, við skulum hætta þessu. Áður en ég opna mjög mikið hérna, þetta átti að vera einhvers konar áskorun en ég fann það bara hérna að ræða þetta að þetta er ekkert hægt nema bara með einhverjum sem þú treystir og þið eru á sama stað í rúminu. Við erum ekkert að fara í þetta. Nei, blandar.
FM 95 blöð, Blöndal og Pétur Jón Sigfússon hér með ykkur til 6 í dag. Hann að koma til Íslands. Hættir að tala dónalegu konan, já, Jay-Z. Já, hann ég var að lesa það einhvers þar. Já, þú last það í sjöðu heilt held ég. Já, og konan hans, Beyoncé. Já, Bonsi Knowles. Bonsi Knowles. Hún vist að koma með. Þau eru að koma hérna bara og ætla að vera hérna í nokkra vikur í sumar. Hvað heldur þú sé að fara að gera? Maður að fara að rekast á þau bara á lögveginum eins og Kerry Holmes og Tom Cruise eða? Já, ætla það ekki bara? Já, það var fólk var nú samt ekki að rekast á Toma, sko. Það var eitt blaðamaður frá Morgunblaðinu sem náði að smetla myndaðum. Já, en þau, sko, hann var hérna, skilur við, að því að hann var að vinna í einhverju bíómynd. Já, var að leggja í bíómynd, Oblivion, eða ekki? Oblivion, já. Tók hann að familíuna með sig, sko. Já. En samkvæmt þessu sem ég las, þá eru þau bara að koma bara í ganni, sko. Já, bara til að chilla. Bara í frí. Já. Og það ég meina, hvað, það ekki? Þetta var nú alveg par sem að var til að rekast á, það verður nú að við kynnast. Já, þetta er alveg stjörnupar. En hvað er það að fara að gera? Ég veit ekki, farið í Bláa lónið og fara upp á jökul á sleða. Gullfoss og Geysi. Já, sjá, það er hellingur að gera þetta. Já, er það bara þannig að því að við búum hérna og okkur finnst þetta ekkert? Já, ég meina svo er Disco Keila. Disco Keila. Við erum með bíó. Já, stórkostlega veitingastæði. Já. Sem við geta að fara á. Hellingur tónleikum og svona. Já. Ég held að við myndum samt ekkert vera að mæta okkur tónleika. Í Frank Ocean. Já, það verður hann kominn. Hann kemur náttúrulega í júli. Hann kemur í júli, já. Já, og svo Keflavík Music Festival að byrja morgun. Það er helgina. Þú heyrið það nú bara, þetta er staðurinn til að vera á, það er Ísland. Ég er ekkert hissa að þau séu á leiðinni. Já, þetta var bara einhver svartsýn í mér. Það var með einhver leiðindi, ég held að það væri ekkert við að vera hérna. Pítur, varstu hann eitthvað stressaður að þeim myndi leiðast þetta? Þú myndi bara sitja bara upp á hótelherbyggi bara og... En þú sér það, allir sem hafa komið til Íslands hafa talað vel Ísland. Ef þú fara til dæmis til David Letterman eða Jay Leno eða eitthvað, það er alveg sama hvað það er, hvort það er Keith Sutherland eða Quentin Tarantino eða Tom Cruise, að tala allir bara þetta sé eitt besti staður sem að fara á, þannig að það hefur engu leiðst hérna, sko. Já, en þeir hafa yfirleitt samt komið á þeim árstíma, þú veist, í kringum áramóti yfirleitt. Já, og sé flugveldan og svona. Það er allt svo geðveikt hérna í kringum áramóta, það er alveg sama hver kæmi, það myndi allir heillast af því. Já. En þau, eins og þetta er sett upp þarna þar sem ég las þetta, þá eru þau bara að koma hérna bara á. Þú veist, þau getur lent í einhverju skýta veðri, sko, en svo á móti kemur það kannski bara það sem að þau vilja og útlendingar, það fullt af útlendingum, þeir eru ráand í reggölum og svona bara í slagviðri, sko. Já, veistu, ég hugsa sjálfur nokkur sem kom til Íslands og vilja viðbjóðin. Já, ég held að það alveg kveiki í einhverjum, sko. Við nefnilega kunnum ekki að meta viðbjóðin. Nei. Við erum kvartandi við viðbjóðin. Já, ég bara svona þegar þú segir það, okkur var maður ekki bara rölta niður Laugaveginn í gær þegar það var upp á sitt versta. Já. Bara taka þetta inn. Íslensk bara veðrátta og sjúga þetta í þig. Nei, klæddu þig bara. Já. Þú getur líka þú getur verið að segja, skilur við sjálfa þig. Þegar þú ert að labba og búin að klæða þig og svona. Heyrðu, ég á heima hérna. Það fullt af fólki sem að borga fullt af peningu fyrir að koma í þetta drasl. Það slæður og svona. Ég veit það, ókipis. Já, þetta er frýtt. Þetta er algjörlega frýtt. Já. Frá A til Ö. Ég tek mér sumafrí núna, verði í júli í sumafrí. Já. Maður ætti kannski bara að vera túrist á Íslandi. Já, og við Íslendingar, sko, þegar við förum í sumafrí hérna heima, þá erum við að elda sólina. Já. Elda góða veðri. Gerð þú hitt. Já. Eldu vonda veðri. Ég ætla alltaf viðbjöður. Já. Ég vil vera í rigningu og roki. Ringja bara, hvernig er spáin hjá ykkur? Já, skýta spá. Heyrðu, ég ætla að benda hjá þér hótelherbyggi. Það er alla vikuna, maður. En það er, sko, eina samt þegar það er vont veður, eða svona leiðenda veður, það er nú svo sem ekkert vont endilega, eins og í gær það var rigning og svona, svolítið dimmt yfir. Já. Mér finnst það oft samt kósí þegar ég er í bílnum mínum. Ég verð að viðurkenna. Ég hef gaman að því að keyra í rigningu. Stundum að kemur alveg þvílík demba, þá hendi ég mig bara rúndinn. Þegar mér finnst það bara eitthvað kósí. Ég er ekki svo Bubbi Morten, sko. Við líður ekki svo að keyra sumarbústað, mér finnst bara samt eitthvað kósí. Þú ert kannski svona góður ökumaður í rigningu eins og, þú veist, Mikael Schumacher og í Formule 1. Ég er ekkert góður, mér finnst það bara kósí. Jú, ert ekki að gefa í og svona? Nei. Eru góð dekk undir átíðin? Það eru fínustu dekk. Er þetta svona rigningadekk? Nei. Er þetta skipta ég meina, hendur þú regndekkjum undir hann þegar það er rigning og svo þegar það er... Svo náður þið fyrir rúndin? Já, svo þegar það er bongo blíða þá með einhver svona öðruvísi munstur á dekkjunum. Er þetta svoleiðis eitthvað? Ég kann valla skipta geisladiski í bílnum mínum, hvað þá að fara að henda einhver regndekkjum á bílinn, sko. Við ætlum að fara hérna í auglýsingar svo er að stundla staðreyndir. Á morgun hefst stærsta tónlistarhátíð Íslandssögunnar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Roykshop, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Koma! 5! Við erum aðeins
Viltu hjálpa öðrum að öðlast betra og heilbrigðara líf? Ertu kannski efni í þjálfara? Einkaþjálfara eða styrktarþjálfara? Kynntu þér Íþróttaakademíu Keilis á keilir.net. Umsóknarfrestur til 19. júní. Ein myrkasta sjónvarpsþáttaröð síðari tíma snýr aftur á Stöð 2. The Killing hefst á sunnudaginn. Stöð 2 í liftrandi háskerpu. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR er í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þér námið á hr.is. Stærsti sportbar Hafnarfjarðar opnar eftir 2 daga. Yfir 3000 stöðvar og allir íþróttaviðburðir. All in sportbar. Stakkarhrauni 1. Þetta kallar á Karlsberg. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could. Já, FM 95 Blöð með ykkur hér á þessum fantafína miðvikudegi. Það er alltaf þannig hérna hjá okkur auðvitað Blöð. Við erum alltaf hressir með það þýðir ekkert annað. Nei. Enda engin ástæða til annars. Við höfum farið yfir víðanum öll hér. En það er komið að því sem að flestir hafa verið að bíða eftir. Allavega ég, þó ekki fleiri við varum. Þetta er Heldur að fólk sé að bíða eftir þessum dagskrá? Sturluðum standardum? Já, það sjálfsögðu. Heldur að sé einhverja núti núna, til dæmis í vinnunni eitthvað. Ég hlustaði rosalega mikið á útvarpið á vinni Vörst og hjá Íslandsflugi. Heldur að sé einhverju bara, herru, loksins maður, sturlaða staðreyndir og eru bara geðast ánægðir að heyra það. Já, það sjálfsögðu. Okay. Þannig að við skulum ekkert vera að láta. Ég fíla það, ef svo er. Já, þú getur alveg fílað það maður. Takk fyrir það, hlustendur, ef það er máli. Já, flott. Við skulum ekki láta þetta góða fólk bíða lengur, við skulum vinda okkur í sturlaða staðreyndir hér. Takk fyrir það, Pétur. Þú ert tilbúin, Pési? Ég er tilbúin. Hlustendur tilbúinir? Já. Þá förum við í sturlaða staðreyndir. Okay. Hér kemur fyrsta. Að hugsa of mikið getur skapað vandamál sem var ekki eins og til staðar áður en þú fórst að ofhugsa hlutin. Nei, lesa þetta aftur. Já, að hugsa of mikið getur skapað vandamál sem var ekki eins og til staðar áður en þú fórst að ofhugsa. Já, þetta er eins og skrifað mig bara. Já, ég trúði mér þessu ef ég lenti líka. Já, vá, þegar þú segir það, Pétur. Þetta er ekta þú. Já. Ég hugsa hlutina það mikið að ég komið með 10-15 vandamál í kringum eitthvað sem að bara, þú veist, sem að var ekki eins og til umræðu áður en að við byrja að tala saman um eitthvað. Það er líka stundum að biðja þig að gera eitthvað. Þá ert þú farin að finna vandamál sem er ekki eins og bara koma verkefninu ekkert við. Ég veit það. Þetta er bara, Já, þú ofhugsar. Ég gerir það, já. En ég er nú að reyna að taka mig á með það. Já. Þetta er bara fín skilabóð þarna til hlustenda, ekkert vera að ofhugsa hlutinu og ekkert vera að hugsa mikið. Já, bara drífa í þessu. Bara lifa lífinu. Já. Svo kemur ég næsta. Það er hollara fyrir sambandið og makaðinn að kúra en að stunda kynlíf. Það er hollara? Já, þetta er eftir einhverja víðamikla könnun. Hollara hvernig? Betra fyrir hjartað? Já, bara betra fyrir sambandið að styrki víst meira sambandi. Já, cool. Það er nú samt ekkert hægt að vera í sem fullorðin maður er ekkert hægt að vera og fullorðin kona er ekkert hægt að vera í sambandi bara kúrandi, eitthvað kúrusambandi, þá er það eiginlega bara vinur. En væntanlega verið að tala um að blanda þessu svona. Sjálfsög. Blanda þessu saman. Já. Hafa dassa af kúru. Já, fara þennan gullna með alveg. Ert þú meiri kúrari heldur en nýtt? Já, ég veit það nú ekki. Ertu kúrudýr? Ég veit það nú ekki, sko. Nei. Kúr fyrir mér er svona, ég veit það ekki. Ég meina, hvað er það næsta? Ég er ekki að tala um þetta. Þetta er meiri þú enn. Þannig að þið finnst ekki gott að kúra? Þú veist, ég flokkast, þú veist, ég nutt alltaf á hann í fætuna á kvöld þegar við erum að horfa á sjónvarpið. Er það kúr?
Já, þá er þið að hafa kósi upp í sofa bara. Já, þá er ég... Já, en þeir eru ekki mikið að skeiða eða spúna. Nei, það er bara... Liggur ekki með hann í fanginu. Nei, það er bara, þú veist, þá er þetta bara, það er... Kemur þér ekki fyrir í sófa þannig, sko. Nei, ég er að tala með þau eru upp í rúmi og svona. Já, en það er ekki sjónvarp þar. Nei, ég veit að þú ert að fara að sofa, viltu að bara liggja einn? Ég verði að vera sjónvarp. Eða viltu liggja með hann í kjöldu þér, fattur þið? Eða viltu bara fá þitt svæði? Það er það sem ég er að tala með kúr. Nei, já, ég kúra. Þú kúra þar? Já. Ok. Svo er það hér, það eru 60 sinnum fleiri sýklar á lyklaborðið þínu heldur en á klósettsetunni þinni. 60.000, nei hvað það er? 60 sinnum fleiri sýklar á lyklaborðinu þínu, bara við tölum það heldur en á klósettsetunni þinni. Já. Og nú spyr ég eftir að hafa sagt þér þessar upplýsingar. Já. Hvort myndirðu frekar sleikja lyklaborðið á tölvunni þinni eða klósettsetunni heima þér? Lyklaborðið líklega. Er það ekki? Jú. Ég líka, þó að ég búið að segja mér þessu 60 sinnum fleiri sýklaðar. Já. En það væri hollara fyrir það að sleikja hitt. Ekki það, ekkert bara slepptu því bara, ekkert vera að sleikja hvorki lyklaborðið þitt nýja klósettsetuna þína. Já, er það ekki bara? Sleppu því. Svo er það hér næsta. A dairyphiliac á ensku. A dairyphiliac er sá sem æsist kynferðislega við að sjá annað fólk gráta. Já. Sem betur fyrir ég ekki haldinn þeirri þráhyggju. Nei, ekki ég heldur. Sjá svipin á þeim. Já, ég fór bara þess að hugsa þetta. Þetta er skelfilegt ef að það er það sem kveikir í þér. Já, vilja vera með grátandi fólki í kringu til að örfast. Já, verða allur örfaður við það maður. Halda áfram að grenja maður. Það er ógæðlega næs maður. Ég skæði þetta að sjá þig gráta maður. Þetta er svo ímar. Þetta er rugl. Þetta er bara vont á allan hátt. Já. Við erum lausið þetta við PC sem betur fyrr. 75% fólks þvær sig frá toppi til táar í sturtunni en 25% byrjar á tannum. Já. Ég er í þessum 75%. Ég held að allir myndi bara byrja að taka sápu, fara hérna, andlitið og svo niður. Já, hárið og niður. Enda táslunum. Það er svona rökréttast. Já. En ég reyndar að vera að viðkynna það sko að ég er nú ekkert eitthvað svona ekkert að einbetta mér eitthvað að tánum ég er ekkert eitthvað. Færðu ekki að lappirnar? Sá bara það. Já, maður fyrir svona niður og gripir bara að maður koma ræktinn og svona. Já, ég skil. Jú, maður gerir það. Svo er það hér. Ég er að viðkynna það, ég gerir það ekkert alltaf sko. Já, þú er tennar. Ef maður fyrir sturt og svona, bara hárið og eitthvað bara. Og bara andlitið. Já. Svo bara í hangklæði. Já. Vefið að sér hangklæði. Já. Svo mér langar bara styrta að ræða þetta. Já. Svo kemur hér næsta sem að ég var svona nokkuð vissum að þú myndir hafa gaman að. Flamingofuglar. Já. Þeir pissa á lappirnar á sér þegar þeim leiðist. Þegar þeim leiðist? Já. Bara þá? Já, þetta ég veit ekki hvaða rannsóknum að komst að þessar. Var líka bara einhver út í runna bara herðu, hún er leiðist. Já. Hvernig veistu? Hann er sér, hann að pissa á lappirnar á sér. Já. Eða hann hefur séð sko, ég skil ekki, flamingofuglar eru alltaf að pissa á lappirnar á sér. Svo er hann farið að rannsaka þetta nánar og komist að þessari niðurstu. Það er þegar hann leiðist. Já, þá hlandar á lappirnar á sér. Já. Það er mjög steikt. Já, flamingofuglar eru hann að, þú veist, er það ekki með þetta hérna? Stóru fjaðrirnar út. Já. Svona bleikir og flottir. Ok, já, það eru þeir, já. Ok, gott mál, næsta. Skjaldbökur geta ekki fjölga sér fyrir skjaldbökur geta ekki fjölga sér fyrir 25 ára aldurs. Nei. Þannig að það er verið að geta bara ekki fyrir að allavega 25 ára. Spæðið, þetta verið líka svona hjá okkur. Verið ekki kynþroska fyrr, eða hvað? Ná, ekki neitt með það. Ég veit það ekki, hvað það segja hvort það skal baka sér og kynþroska ekki. Nei. Ég meina þetta lítur að ganga út á það maður. Já, sjálfsög. En ég meina svo verða skjaldbökur, þú veist, þær getur orðið 150 ára gamlar. Það er akkurat máli. Þegar þær eru orðið 25 þá er nóg eftir. Já, það eru rétt að hefja sitt líf. Já. Þannig að ætla það sé ekki máli að verði kynþroska 25 ára. Allt aðra tölur í gangi á þeim heldur nokkur. Allt annað. En þetta væri ágætt samt stundum við fólkið, kannski ekki 25 ára en svona, segjum 18 eða eitthvað. Þannig að það er engin svona slis, eða 20. Ég var hann í kringu 25. Þegar þú byrjaði? Já. Að fjölga þér? Já, ég miskildi konceptið. Nei.
það geta alveg mist sko, sveindómin áður en að vera 25 ára. Já, ég held að þetta væri það. Herðu, hvað hérna... Hvað varstu 25? Nei, ég var ekki 25, en svona, þú veist. Hvað varstu? Hérna, ég man það ekki nákvæmlega. Ég var 18. 18? Ok. Svo kemur þér að standa á meðan þú vinnur, hjálpa til við einbeitingu og þú kemur mun meiru í verk. Og ég hef tekið eftir þessu stundum bara þegar ég er í útvarpinu, það er svolítið til í þessu. Ef maður er svona ánum pínu slói. Við stöndum oft. Já, þá ger ég akkurat þetta sem maður er að gera núna, bara stendi upp. Já, þetta er miklu betra. Veistu, já, og þá... Gerist fleira. Já, þú nærist einhvern veginn. Já. Og það eru bara 2 eftir. Johnny Depp, hann vil láta brenna sig þegar hann deyr, setja öskuna í viski og fá fólk til þess að fá sér sopa í jarðarförinni af viskinu. Já. Hann basically vill að ættingjar og vinir drekki sig þegar hann kveður þessa veröld. Það er sérstætt. Mjög svo. Mjög grillað eitthvað. Eitthvað í þessu. Já. Svona allir, hann verður hlutað öllum. Já. Tupac Shakur gerir þetta líka nema hann sko, þeir brendu hans, bestu vinnir hans. Já. Og þeir reyktu hann í jólunu. Nei. Jú, öskuna. Það er illa grilla líka. Það er geðveikt. Alltaf þú bara... Kæri vinur. Þá var maður svona actually að reykja vinsinn. Hvíl í friði, kæri vinur. Og svo bara góðan smóka á hann. Fýra í einum Pétur Jóhanni. Já. Svo er það síðasta, ef að fólk fengi að sjá í stækkun, ef að fólk fengi að sjá sýkla, ef fólk sæi sýkla, yrðu mun fleiri eða alltaf 90% fólks með sýklafóbíu, segja þér. Við sæjum þá. Já, þannig að þetta sem er bara hjálp okkur er að við verðum ekki var við sýklana. Já, það er eins gott. Sem er ágætt, já. Annars verðum maður bara eins og Howard Hughes. Hrættu við allt. Ertu sýklaður? Ég er nettur, já, ekki á lokastíði samt. Þegar þú ferð á svona almenningsklósett, opnar hurðirnar með ermina svona á höndunum. Nei, ég tek pappir. En ég minna þú ert ekki með pappir í höndunum þegar þú kemur inn á það. Nei, en svo þvæ ég mér hendurna þegar ég er búin að mínu. Já, þá tekur þú pappir. Tek pappir og opna hurðina. Með pappir? Já. Og hvað gerur við pappirinn svo? Hendunum. Hæ? Hendunum. Já, hendunum. En þarf þú ekki að fara aftur inn á baðherberginu? Nei, fattar ekki hvað ég geri. Ég er búin að pissa, þvæ mér hendurnar, tek pappir, þurrka mér, tek aðeins auka pappir, tekur lás, opna hurðina með pappirnum, fer fram og hendi pappirnum bara í klósettið. Og er ekki önnur hurð þar fyrir framann? Hvers konar klósettum ert þú inn á? Almenningsklósett, það var hurð inn á klósetti. Já, og svo að það frammi líka eins og já, þá er ég bara ennþá með pappirinn. Já, ennþá með pappirinn. Hendun svo bara þegar ég komið fram, ef ég er í bíó eða eitthvað. Já, ég er nefnilega enda oft með pappirinn í vasanum. Já. Það voru geðið mikið vesen. Ert þú sem sagt tekur sama trikk? Já, ég er alltaf með þetta maður. Endalaust á pappir og þurrkanda með öllu. Já, ok. Nettsiklafóbía þér líka. Já. Þetta voru sturlaðar staðreyndir, Pétur, hver var best í dag? Það voru nokkra góðar. Mér spæði gaman með skjaldbökunar og flamingofuglana. Já, þetta var þéttur pakki. Já, þetta var þétt. Ég get ekki valið einn á betri sem var betri heldur en önnur. Nei, og það styttist hér í karakter sem Pétur Jóhann er vist eitthvað skotin í og ég er svona eitthvað að þróa en fáum hann hér Ég hlakka geðveikt til. Örskamast. 57 ætlar að gefa þér fullt af glæsilegum vinningum. Bara fyrir það eitt að svara í síman. Þú skráið þig í sumarleik FM 957 á heimasíðu FM og 10 sinnum á hverjum degi frá 10. til 21. júní hringjum við eitthvað skráðan hlustanda og mókum nýjan vinningum. En þú verður að svara rétt. Fylgstu með á FM 957 allan daginn þegar að dagskrárgerðarmenn FM segja þér hvernig þú þarft að svara. Ef þú svarar rétt, til dæmis FM 957 topp tónlistarstöðin, þá gætir þú fengið fatapakka frá Púkanum 101, gjafabréf frá Markinu, pizzaveislu frá Wilsons, ekstra tösku fulla af tyggjói, krabbís flöskuborð á English Pub, mánaðarbyrðir af Coco Puffs, risa ísveislu frá Jojo Ís, gjafakörfu frá Durex, mánaðarkort frá World Class eða LG síma úr nýju L-seríunni frá LG. Og ef heppnin er með þér, gætir þú í alvörunni fengið alla þessa vinninga. Sumarleikur FM 957. Gleðilegt sumar. FM 95 blö á FM 957. FM 95 blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellunissa?
Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina með setur Pétur Jóhann Sigfússon. Það svona beint á móti þér. Yeah, Peter Joe here. Peter Joe here. People call me Peter Joe here. Ok, hvaða fólk? People in other countries call me Mr. Peter Joe here. Ok, gaman að því. En hvað hérna, ok, nú þú varst Mr. Siggin and the ladies in a fuse. Mr. Siggin and the ladies in a fuse. Heyrðu, þú varst að beða mig um eitthvað karakter sem ég man ekki alveg hver er. Jú, þú varst að, þegar við vorum að ringja þetta daginn, þá varst þú ringdir í einhverja smáulýsingar á bændablaðinu. Já, veistu hvað hann sem að var hérna. Já, var svona bóndi eitthvað. Já, maður heyr hann. Ég þarf að senda kveðju. Já, þessi maður. Og mig langaði, þegar við vorum að gera það síndal, þá langaði mig að láta sama gæja ringja og að því hann var alltaf að láta konuna sem hann lesa upp, láta hann senda skeiti. Já, ok, hvert er ringið með það? Já, ringir bara í ég veit ekki. Og þarf það ekki að vera eitthvað, hann er hérna. Já, hann vil aðra kallmenn, þessi bóndi. Já, þetta er þinn karakter, sko, þú stjórnar því, sko. Ok, en hann það sem er svo gaman, hann er alltaf að láta lesa upp fyrir sig allt drastli sem alltaf þessa þvælu sem hann er að biðja um. Það er æðislegt. Ok, tjekkum á þessu. Hvað, hérna ringið bara í símaðan eða póstinn hérna? Já, pósturinn. Skeitamóttaka? Já, góðan daginn. Ég ætla að fá að senda hjá okkur skeiti. Hver á að taka við því? Steinar heitir hann. Hversson? Ágústsson. Já, hvar heima? Hann býr á Tröðu sveitabæ. Er þetta ekki Borgarnes? Jú. Og textin ætti að vera? Textin er, hvað má skeiti vera langt? Það má vera bara alveg eins og hugmyndaflug til að segja. Nó, ég skilði, ok. Þá sem sagt að vera hæ sæti. Hæ sæti. Sæti? Já. Já, ok. Já. Takk fyrir síðast. Já. Leiðilegt hvernig þetta endaði allt saman. Já. En mér leið vel allan tíman. Hvað er ég þá komin í? Alveg, mátt halda áfram. Já, má ég heyra þess hvað eru komin í? Já, hæ sæti. Takk fyrir síðast, leiðilegt hvernig þetta endaði allt saman. En mér leið vel allan tíman. Já, aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem að þér finnst ég. Stundum aldrei skammast þín fyrir að finnast. Aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem þér finnst ég. Já. Ég er bara lítill göltur sem þarf að refsa. Já. Hvað erum við þá með hann? Hvernig er þetta þá komið? Ég ætla að passa við þetta má ekki vera á landnámla. Á ég að lesa meira, á ég lest aftur. Já, bara hann það sem við vorum að bæta við. Já, aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem það sem þér finnst ég. Já. Aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem þér finnst ég. Já. Ég er bara lítill göltur sem þarf að refsa. Já, og ef einhver á að refsa mér þá ert það þú, fóliðin. Fóli? Fólinn þinn, já. Fólinn þinn? Já, fólinn þinn. Já, ok. Hvað myndi svona skeiti kosta? Það kostar 1400, alveg saman og bæti við það. Nú, þetta er þannig. Já. Ok, þetta er kannski bara, má ég heyra þetta frá byrjun núna? Já, hæ, sæti, takk fyrir síðast, leiðilegt hvernig þetta endaði allt saman, en mér leið vel allan tíman, aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem þér finnst ég. Ég er bara lítill göltur sem þarf að refsa og einhver á að refsa mér, þá ert það þú, fóliðin. Já, þetta er ekki bara svona nokkuð tegn. Þetta hlýtur að vera mjög gott ef maður vissum hvað máli snýst. Já, nákvæmlega. Ok, og bara hafa bestu kveðjur eða? Nei, eggjandi leðurkveðjur. Já. Þinn bleiki göltur, Kitty Balda. Byrju við, eggjandi leðurklædd. Eggjandi leðurkveðjur. Leðurkveðjur. Já, þinn göltur, Kitty Balda. Kitty Balda. Já, hvernig er þá lokin á þessu? Þá er Hildarskeiti svona, hæ, sæti, takk fyrir síðast leiðilegt hvernig þetta endaði allt saman.
En mér leið vel allan tíman, aldrei skammast þín aftur fyrir að kalla mig það sem þér finnst ég. Ég er bara lítill göltur sem þarf að refsa og einhver á að refsa mér þá ert það þú, fóliðin. Eggjandi leður kveður þinn göltur Kitty Balda. Annað með þetta? Já, ég held að það sé bara einhvern veginn svona. Hæ? Já, ég held að þetta er bara verið einhvern veginn svona. Nei, ég sverða, ég kom ekki við taka. Hún lagði á. Ég á ekki til orð. Ég er bara að grenja á hlátur hérna maður. Guð mig almáttum maður. Heyr hann að vera að lesa þess að þvælum maður. Eggjandi leður kveðjum Kitty Balda. Kitty Balda. Ég þarf hérna. Þetta er Ég þarf að heyra samt aftur í henni. Ég held að hún heyrði að við vorum byrjað að hlæja hérna sko, í mækinn. Já, þess vegna lagði hún á maður. Ég var ekki verið að hlæja sko. Jó, ég sveltist á vatni hérna. Það heyrðist aðeins í mér. Þetta var karakter sem að Pétur var búinn að sakna. Já, hennan vil ég hafa bara vikulega. Þessi kemur á sveitinni og hann er að setja kveðjur. Já, ekki kveðjur og láta fólk lesa upp fyrir sitt rast. Ok, herja, ég varði óskunni. Já. Átlandis, nú verða ég á Keflavík Music Festival og ég held mér að þeir séu mitt að spila annað kvöld í Reykjaneshöllinni. Já, hérna hér. Það er bara ekki að tjekka á því. Ég held að sé bæði þeir og Rudimental annað kvöld. Já. Það er stemming á 50 degi. Herru, ég ætla að vera hérna Blöndal, ég var búin að hálfpartin gleyma þessu, mundið þetta á hann. Það vera hérna með formlega afsökunarbeiðni tíðin. Styttist í skella á, þar sem að þú ætlar að taka fyrir mig, þar sem að því ég tók smá perra fyrir þig núna, ætlar þú að taka nettan perra fyrir mig og eftir. Já. Við gerum bara það sem að hinn segir okkur að gera. Já, það er pínu þannig. En hvað okkur alltaf byggðast með afsökunar? Ég ætla að byggja þig afsökunar á því að hafa ekki komið í búningapartí. Já, það er náttúrulega lagi. Auðablöð sem er alltaf. Það er svolítið síðan, ég ætla að vera að tala bara síðasta miðvikudag, þú stakst það til kaupin. Já, sko. Það er þetta tengist þið ekki? Jú, það tengist sko. Af því að búningapartíð þitt var á laugardeginum fyrir viku síðan. Já. Og þetta er árlegur viðburður og ég við Sigrún mín, við höfum aldrei komið sko, aldrei náðu að koma. Það var alltaf einhvern veginn hitt hann á. Síðan leitt bara út fyrir að vikjandi komist. Já, Sveppi var búin að segja mér að vera á leiðinni. Já, síðan ákváðum við skyndi að fara hann til Kaupmannahafnar. Já. Þannig að bara strax daginn eftir sko. Þannig að við sko, og við vorum bara að redda pössun og svona, þannig að okkur fannst sko, það alveg heila viku, þannig að okkur fannst einum og mikið að vera að láta passa líka sko kvöldi áður en færum út. Já, það er eitthvað blautt við það. En síðan já, það var eitthvað blautt við það. Síðan í raun og veru önnur ástæða sem að liggur líka að baki. Nú? Já, ég var nefnilega búin að redda með búning. Já, hvað ætlar að þeirra? Ég var nefnilega búin að redda með búning Blöndal. Já. Og ég var búin að fara krókaleðir í því. Þannig að ég vildi ekki vera að fara með einhverjum svona vennilega búningaleigu. Já, ég er þetta mjög forrautin að vita hvað ætlar að vera. Sigrún ætlaði bara að fara með sem hérna Sandy. Sandy úr grís. Já, bara basic skilur. Ekkert vesen sko. Bara svona diskobuxur og... Já. Easy way out. Og líka bara allir sem eru að hlusta þetta, ég hvatti nú til þess að mánudeginum eftir þetta er hrikalega skemmtilegt, það eru að halda upp ammali ykkar eða eitthvað, að vera með svona Hollywood þema, að fólk verður að koma sem karakter úr bíómynd. Það má nú fylgja söguna að þú átt eftir að halda upp ammalið sko. Já, þetta er ekki partur á því. Nei. Þú ert með endalaus partí allan ársins hringdrengur. Nei, 2 ári. Já, ok, en allavega. Já, þetta var svona Hollywood þema. Þannig að ég fór krókanlegur og hringdi í ágændum minn sem hefur svona samböndin í Nexus. Nexus hérna búðina. Já. Hann alveg, já, kom mér í samband við eitthvað þar. Ég hringi í hann og hann alveg, já, við hefum nú svona þennan búningu. Mér var svona, hann nefndi einhverja búningar sem voru ekkert heillandi. Þar á meðal láttu þeir einhverja svona stóran kuppl sem að geti verið Anakin í Star Wars og eitthvað svona sko. Já, Anakin Skywalker. Já. En svo sagði hann alveg bara rétt á hann lagði á mig, svo eigum við reyndar hérna Iron Man búning. Ég alveg kveiki á byrjunni, Iron Man búning. Kjöld var ekki allir flottur sem Iron Man. Já, hann varst að fara að koma sem Iron Man? Það er ljós í bringuna á hann og allt saman. Ég bara, ert ekki að grínast? Ég er á leiðin að ná í búningin maður. Fer hann það nýri Nexus. Næ, alveg rísa snóran svona kassa, bara Iron Man kassi bara með mynd af búningnum og svona sko utan á kassanum og fer með þetta heim og þetta var á föstudeginu sko. Já. Svo ákveði nú svona í bríjari að máta búningin og fyrir utan það að þessi maður hérna Tony Stark eða hvað hann heitir, þessi Robert Downey Jr. hvað hann ógeðslega, þetta náttúrulega fáralega fallegt kvikindi. Já. Hann náttúrulega töluvert betur vaxinn heldur en ég líka og örugglega hærri, þannig að búningur var að hannaður á miklu stærri
Hann hefði hendað vel ef ég hefði verið 1.90. Þannig að þegar ég var komin í hennar búning þá var eins og ég væri í svona einhverjum svona kafarabúning sem var allt og stór. Það var allt flaksandi, lappirnar það bara stóð allt út, ermarnar voru allar búlkaðar, skilur, ég átti að fara í einhverja hanska og þetta var gríman og allt með þessu, sko. Var hausilegar þá ekki að svona hausilega að vera það? Var hann bara sem ljósið var í bringunni? Já, og bringan á maganum, skilur ég. Bringan var bara, þú veit, ég var með ljósið og allt öðrum. Svo saði gæði við mig þegar ég var að fara með búningin, ef þú ert ekki að fíla hana búning, þá getur þú bara strappað bringuna á þig, skilur, þetta er svona plastbringa einhverju með ljósi í. Já. Og farið svo bara í einhverju flott jakkaföt og verið bara hann þessi... Já, Stark. Tony Stark, skilur, og láta glitta bara í ljósi. Það alveg töff. Þannig að ég hugsaði með mér, ok, þessi búningur er ekki að ganga, ég var bara svo dvergur í þessu, sko, þetta var hrikalegt. Það var bara gummibátur í, eða þú veist, þetta var engan veginn að ganga upp. Nei. Þannig að ég horf á netið maður og horf að fletta upp einhverju myndum að Robert Downey Jr. sem er náttúrulega bara, guðdóm, hvað, ég skil ekki hvað þessi hann er flottur. Já, ég meina, sé hann er bara, þú veist, það er sama hvað ég hefði gert, hvaða jakkaföt ég hefði farið í, fólk hefði verið allt kvöldi, hver á þú að vera? En hver á ég að vera? Hvað meinur þú? Það er ekki ljósi í bringunni og kallinu? Ég er Tony Stark. Ég er Tony Stark? Já, ok, þú er ekki líkur honum, sko. Já, þú veist, þetta er bara, það er alveg sama hvernig hefði verið á þetta dæmi hefði verið litið, ég bara... Ég hefði, sko, ef ég mætti velja þig búning, bara einhver kemur tíminn og sagði bara, herru, hérna, bara einhver svona búning á hönnur, myndi segja bara, herru, Pétur Jóhann, hann getur verið bara það sem þú vilt að hann verði. Og ég fengi að velja hvað sem er í heiminum. Þá myndi ég að fá að sjá þeir sem Jóta. Bara búið að gera það grælan með svona eyru og... I'm friend I am. Ég sá mig alltaf fyrir mig sem Penguin hana. Já, Penguin í Batman. Í Batman, Danny DeVito. Það var eitthvað flott þar líka. Það er ekki að þau, mann. Við ætlum að fara hér í örstuð skilabóð, svo er það Pétur Jóhann sem að þarf að detti í smá perra hér í Skellt á mig. Samviskulausa freistingar. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Hvað er versta Eurovision-lag Íslendinga að mati Selmu Björnsdóttur? Sverrir Þór Sverrisson stýrir glænýjum skemmtiþætti fyrir alla fjölskylduna á Stöð 2 í sumar. Besta svarið hefst 14. júní. Stöð 2 í leiftrandi háskerpu. Á morgun hefst stærsta tónlistrátíð Íslandssögunar. Ekki missa af Tiny Tempa, Far East Movement, Rudimental, Nicky Romero, Royksopp, Jason Status, Temper Trap, Outlandis, Iggy Azalea og 100 öðrum tónlistaratriðum á Keflavík Music Festival. Miðasala á næstu N1 stöð og á keflavíkmusicfestival.com, Tuborg, Smirnoff og agent.is. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík er leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR er í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þeim námið á hr.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöðin. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og Pissi, það er komið að dagskrárlið sem að heitir Skellt á mig. Skellt á mig. Já, eða bara skellt á mig kannski meira. Já, og þetta er mjög einfalt. Við hringjum eitthvað, segjum eitthvað við fólk sem svarar. Ég fór með Aroni hérna einar í þetta í síðustu viku. Já. Í fjárveru þinni og við vorum báðir skelfilegt. Þú ert svolítið kóngurinn í þessu. Ég veit það nú ekki. Ég til dæmis, ég elska þú dettur í hérna litla perran sem er að spyrja í hverju fólki er. Já, það er svo gaman. Það er gaman að vera hann. Það er líka svo rosalega grunnt á honum hjá mér. Já. Hann er bara á yfirborðinu nánast, sko. Hann samt að það verður að tala við konur einhvern veginn. Já, verður að tala við konur, jú. Já, og hann er mjög forvitinn í hverju þær eru. Já. Sokkabuxur eru. Já, sokkabuxur og nærbuxur og nærbuxur og sokkabuxur og... Á að hendi hann í dag?
Aldrei að vita maður. Já, ég held að þú byrjar allir. Mér finnst að þú ættir að taka bara lið í dag, maður sjá. Svo það svona, þú veist, það er komið sumar og svona, það eru kannski berleggjaðar, það er nú ekki að skemma fyrir Jóhann. Það er nú ekki leiðilegt. Skulum finna eitthvað skemmtilegt, maður sjá. Það þarf bara helst kona svar. Ert þú tilbúin, Pési? Ég er tilbúin. Ok. Jón Óskar, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Ertu í stuttu pilsi? Hvað meinar þau? Ertu í pilsi eða buxum? Ertu í buxum? Já. Og blússu við? Já. Hvernig er hún á litin? Hún er hvít. Er hún hneft svona niður á bringu? Nei. Ekki. Er hún hneft alveg upp í háls? Já. Ertu í nærbuxum? Já. Hvernig eru þær? Er það G-strengur? Ég held að komið þér bara ekkert við. En er að segja G-strengur við mig? Nei. Þessi pervert. Þetta er ógeðslegt. Þessi pervert er alveg skelfilegur. Þegar ég vanum að segja hann er að segja G-strengur á láðan á. Bara ég dreg línur á það, maður. Ég get bara að segja G-strengur. Þetta er svo óþægilegu berðið, maður. Ég sko, það var skellt á þig fyrir rest. Já, stór smá stund. Já, hann var líka svo prúður þarna fyrst. Svo mista hann stjórnar þegar í nærbuxunum. Sko, ég vill eiginlega bara, í staðin fyrir í dag, að við séum báður að láta skella okkur, það langar mig eiginlega bara að þú takir hennar perra einu svona enn. Já. Er það í lagi þínu? Já, ég Þannig að þú láti bara skella á þig aftur? Já. Ok, ég ætla að finna hérna eitthvað. Það er ekki vandamálið, maður. Dóra. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ert þú í sokkabuxum svona húðlituðum? Hæ? Ert þú í sokkabuxum? Nei, ég er það ekki. Ertu í pilsi bara á? Hvað málið? Í hverju, svona, ertu í buxum eða pilsi eða? Býtu, Hvernig buxum? þetta spurningar? Í hvernig buxum ertu? Það skiptir sig ekki einu máli. Ertu svo í nærbuxum innan undir því þá? Ég er ekki að svara svona spurningum. Hvað, er það G-strengur eða? Ertu til í að segja G-strengur við mig einu sinni? Nei, þetta ætlar ekki að ganga. Þetta er svo ógeðslega berðið. Nei, þetta er híkalegt. Þetta var að láta skella á sig og Pétur fór létt með það hérna tvisvar. Já. Þú þarf bara að fara út í þetta. Í hver ertu og ertu í sokkabuxum. Nefnir að segja gestur ykkur. Hann vil láta kvenmannsrödd, hann vil heyra kvenmann segja bara sokkabuxur. Þá er þetta komið fyrir það. Eða gestur ykkur. Eða gestur ykkur. Áran sáttur, þetta var, skellt á mig. Og það var bara Pétur sem lék sér í þessu í dag. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. 2013. Já, það er komið í júní, sko. Já, og með þess að hann verið búin áður við veitum af. Þetta er alltaf fljótt að liða. Þetta er fljótt að liða, sko. Já. Það er gott að vera vakandi. Við vorum alltaf með karaoke hér á miðvikudögum, svo ákveðið að setja það í smá pásu. Og það er ennþá í pásu og Pétur kom með nýjan lið í staðinn sem að er svona aðeins erfiðar að mér finnst, ekki það, maður er skelfilega að syngja, það er líka bara eitthvað við að vera að segja brandara í útvarpi, en það er brandarakeppni. Já. Og við höfum verið að segja hér sekund brandarana á miðvikudögum og svo ringið þið 511-0957 og fyrstur upp í 3 atkvæði vinnur brandarakeppnina. Já. Þannig að einfaldar reglur? Þetta er mjög einfalt, bara eins og karaoke nema það er sagt, sagðu brandari í stað þess að syngja. Já. Og ég spyrði Pétur Jóhann, ert þú tilbúin í brandarakeppni FM 95 blöð þennan miðvikudaginn? Já. Ok. Ég var svolítið, þetta kom flatt upp á mig. Já, viltu, þú átt þessa hugmynd. Já, ég vissi ekki að það væri komið þessi tími, en ég fann einn hérna, hann er stuttur, sko. Já, ok, viltu vera undan eða eftir? Ég er endur alltaf í smá vesen að finna brandar. Hvað, leitað þú alltaf bara brandar á netinu? Sjálfsögðu. Nú, ok. Hvað meinur? Það er bara, þú veist, það er allt leifulegt í þessum. Já, það er allt leifulegt. Ég finn bara eitthvað hérna maður. Minn er enda pínu dónalegur, en samt ekki eitthvað, ég hlýt að geta orðað hann bara eitthvað. Er hann á netinu líka? Nei, minn var enda ekki á netinu. Hvar finnst þú þinn? Bara í hausnum maður? Já, bara eitthvað sem ég man. Já, ok. Eitthvað sem ég man, sko. Já. Ert þú... Ég ætti kannski að segja þetta svoleiðis. Já, þú ræður. Ég man. Já. Viltu byrja eða vera á eftir? Þú mátt ráða. Ég skal byrja. Þú ætlar að byrja, ok. Ég ætla að taka sénsinn á þessum við það sem ég fann á netinu. Sem fannst á netinu, ok.
Rúnar kemur inn í svefnherbyggi með rollu í taumi. Konan hans liggur upp í rúmi og hann segir: Þetta er svínið sem ég hef mök við þegar þú ert með hausverk. Konan hans lítur á hann og segir: Þetta er ekki svín, ástu mín, þetta er rolla. Ég veit það vel, ég var ekki að tala við þig. Já, hann er komið þessi. En þau segjum hann var eitthvað hann var ógíslugur. Hann er ógíslugur en svona eru brandarar. Stuttur. Já, þessi var stuttur. Anskoti, það var þetta bara. Ég er með bara sögu. Ég seti bara inn í hana, Pétur. Ok. Ekki allt í lagi. Hún er svona pínu dónalega en ekkert eitthvað. Ég passa bara orðavalið. Já. Þegar Pétur Jón Sigfússon, hann kom einu sinni gríðalega spenntur heim til pappa síns, alveg með sparibrosið. Já. Og pappa hans var sko, hvernig svona ánæður, Pétur? Og hann segir: Pabbi, veistu hvað? Nú er kallið bara búin að missa sveindóminn. Og pappa hans bara: Nei, alvörinu, Pétur, nú er ég ánæður með þig. Og Pétur segir: Já, veistu hvað, pabbi? Hvað? Þá með þess að með dönsku kennaran. Og pappans Péturs bara: Pétur, hvað ég stoltur það. Nú förum við að kaupa hjóli handa þér sem við alltaf langað svo rosalí. Æ, pabbi, getur við beðið aðeins með það? Mér er ennþá svolítið illt í bossanum. Þetta er ekki flókið. Það er 511-0957. Þessi var rosalegur röðum. Það var klukkan ekki orðin meira en þetta. Þetta var nú ekki það. Nei. Já, það er 511-0957. Við skulum heyra hvað hlustendur segja. FM, góðan daginn. Það er Pétur klálega. Það er Pési fær þennan. Já, heldur góður. Já, veist það, ég sprakk og látur. Það var stuttur en laggóður þessi. Stuttur en laggóður. Pétur kom með atkvæð. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Skulum átna hér FM. Brandar á hotnið hér í algjörlega mikið. Já, brandar að kjöfnin mikla. Halló. Já, sælblessaður. Sælblessaður. Hvaðan ringið þú á landinu? Ég er alveg í vinnuna, Kópavogi. Ok, hvað er það að vinna? Ég er vinn á pítsunni í Kópavogi, Núbalind. Pítsan maður. Ég fekk mér alltaf pítsuna í Garðabæ. Já, við erum alltaf líka ennþá. Já, það er enda voru geggjaða pítsur. Og eru. Já, takk fyrir það. Og eru, já. Góðar, sko. Hvernig er stemmingin á pítsunni? Er ekki létt yfir? Jú, og rólegt fint bara. Nú langar mér í pítsu, að tala um pítsu. Herra, hættum að tala um pítsu. Hvað hvor brandarinn fannst þið betri? Herra, Öddi, þú var þetta. Ég fæ þennan. Já. Með söguna Pétur og dönsku kennaranum. Það er alltaf spennu í þessum maður. Já, ég er hálfaði með hann. Ég er búin að heyra hann með Pétur en það sem Pétur sagði áður. Hefur heyrt hann á? Já. Þannig að ég fekk þitt atkvæði í dag. Já, aldrei heyrt. Já, gerðu það. Takk kjalla og takk fyrir ringja. Já, takk fyrir þetta. Ok. Það er 1-1, það er spenna. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan dag. Hvað heitir þú? Emma heiti ég. Emma, og hvað ringir þú? Ég ringir á Selfossi. Selfossi, já. Hvernig er stemmingin á Selfossi núna? Það er bara mjög fínt. Það ekki? Hvað ert að brasa? Hvað ert að brasa? Ég var að koma heim á vinninu og svo. Já. Hvað ert að vinna? Ég er að vinna í pulsvagnunum á Selfossi. Já, maður nú fengið sér pulsu þar. Já. Því er ekki annað. Nei. Sveppið fengið sér fleiri pulsur en það margir. Já, er ekki eitthvað svona Wall of Fame þar? Jú, það er bara að vera að vinna í 9 núna. Nó, við þurfum að renna á okkur. Já. Hvað hvor brandarinn fannst þið betri? Ég verði að segja Öddi. Öddi, komin í 2-1. Jöfull, munaði litlu um það. Já. Munaði svo litlu hún hefði sagt ég. Já, munaði rosalega. Bara á 50-50. Já. Takk kærlega fyrir að ringja. Já, ekki máli. Takk fyrir þetta. Bye. Já, bless. Ég geti dritt með sigur hérna. Já, vissum hún ætlaði að segja. Ég myndi ekki hata það. FM. Halló. Hæ. Nei, blessaður. Jæja, hvað segir kallinn? Sællinur. Allt gott. Hvaðan ert þú að ringja? Ég, Hafnarfirði. Hafnarfirði, og hvað verður að brasa? Ég bara að hlusta á ykkur. Ég hlusta á okkur, nú er þið bara í heimahúsi að hlusta? Já. Ég vil ljánaði með ykkur. Takk fyrir það. Stór hópur fólks að hlusta. Ég er einn heima bara. Það gæst nú logið fyrir hlustendur. En hvor brandarinn fannst þið betri? Pétur, hann jafnar 2-2. Haffinningar, þeir kunna, vita það er gott grínir hans. Þekkja góða brandari, jafnar. Takk hjá að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, það er bara úrslit atkvæði. Við erum bara að fara að spyrja hver vinnur þessa keppni. Jæja, kæri hlustandi, erstu þarna? Já, ég er hérna. Auðvitað ertu þarna, hvað ringir þú? Ég ringi úr Kartöflugarðinum. Kartöflugarðinum? Já, Kartöflugarðinum heima. Já, nei, hann reyndar svona fyrir austan það. Já, ég er rétt hjá heima, sko. Varstu ánægð með brandarakeppnin í dag? Ertu að grínast, já?
Fannst þú hún vond? Þetta var ríka. Nei. Já, það var stánað með hana. Já, ránað. Já. Hvor var betri? Þetta er því miður. Nei, ekki gera það. Ég var ekki búinn. Þetta er því miður, þú hefur unnið. Jöfullin. Takk fyrir það. 3-2 fyrir Munaði þetta svo blöð. litlu, drengur. Hann tók stríðinin á þetta. Takk kærlega fyrir þetta, vinnur, og takk fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok. Þú hafðir sigur hér. Já, það er orðið 1-1 í þessu hjá okkur. 1-1, ég vann fyrstu 2. Manstu fyrstu 2? Já, kallið. Það er fyrirgeðu, skildi. Skalt ekki vera að hirða hér á mér sigur. Nei, það er nú ekki það margir sigranir þegar maður er að taka á þér. Nei. Þetta var, bræður, ég ætla að leggja eitthvað metna í þetta næsta miðvikudag. Nú, það er komið keppniskap í blöð. Winning is my fuel. Förum í smá auglýsingar. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi kynna glænýja mynd í 7D bíó Zombies. Hörkuspennandi og alls ekki fyrir viðkvæma. Þorir þú? Bönnuð innan 12 ára. Myndin verður frumsýnd laugardaginn 8. júní. Nokkrum heppnum FM 957 hlustendum gefst tækifæri til að vera fyrstir til að sjá Zombies. Fylgstu með á FM í vikunni og við getum boðið þér að vera með þeim fyrstu til að sjá myndina. FM 957, skemmtigarðurinn Smáralind og Pepsi í zombie feeling. Shell og Bílaklúbbur Akureyrar að kynna Shell bíladagar 2013 dagana 14. til 17. júní á Akureyri. Keppt verður á sérhannaðri keppnisbraut, götuspyrna, drift, Auto X, burnout, græjukeppni og bílasýning. Taktu dagana frá og skemmtu þér varlega. Shell. Ein búð, eitt merki getur bjargað sumrinu. Það eina sem þú þarft að muna er Púkinn 101, Laugavegi 86. Sérstakt þjóðhátíðartilboð til N1 korthafa. 13.900 krónur fyrir miða á þjóðhátíð í Eyjum 2013. Gildir 3. til 9. júní. Allar nánari upplýsingar inn á n1.is. N1, meira í leiðinni. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin. Í háskólanum á Bifröst vinnum við saman í litlum hópum, ekki stórum hjörðum. Þannig verða til sterkir einstaklingar, því þú tekur ekki allan dekkin með þér út í lífið. Háskólinn á Bifröst, lítil borg í Borgarfirði. Við á Gló höfum opið frá 11 til 21 alla virka daga. Gló, yfir náttúrulegu veitingastaður. Áskrifundur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðalum Stöðvar 2 í júní. Ólís og OB bjóða fastan afslátt af eldsneyti ásamt fjölbreyttu úrvali af öðrum vörum á frábærum kjörum. Til að nýta afsláttinn þarf að sækja afsláttalykil Ólís og OB á stöð2.is. Kynntu þið þessi og fleiri spennandi vildartilboð nánar inni á stöð2.is. Stöð 2 Vild snilld. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 blöð. Well, it's time to start the show. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you all know. Lost my mind and lost my goal. Og Pétur með ykkur þennan miðvikudaginn eins og svo oft áður. Það að fara á var þetta ekki? Rudimental. Það að fara helgina. Mér langar helst að fara á morgun, annarkvöld. Mér langar að sjá Rudimental og Warrior sem við spilum með mitt einn á hann. Kiki í Reykjanesvöllina en Peter Joe, henni ætlar hann til Keflavíkur. Það getur vel verið sko. Já, kærastæðin er náttúrulega frá Keflavíkur. Já, hún er Keflavíkumær sko. Það getur vel verið að við kíkjum til Keflavíkur. Það er eins og það er ekkert. Ég er ekkert svo vissum að fara á Music Festival, ég veit það ekki.
Nú, allar það að fara til Keflavíkur verið yfir helgin og ekki fara á tónlistarhátíð. Já, skynsamlegt vel verið að mitt eftir það í hug. Já, ekki ef að gamli kíkir í bæinn og dregur þig með. Heldur að þú verðir hana? Ég hugsi, takk eins og ég segi, annarkvöld. Ég verður svo náttúrulega landsleikurinn á föstudaginn, ég ætla að fara á hann. Já. Íslands-Slóvenía, þannig að, en myndir þú þá fara á föstudaginn eða? Já. Já, ok, þannig þá get ég nú ekki dreigja Rudimental. Akkur ekki? Það á morgun? Það á morgun. Rudimental og Warrior á morgun. Já, þannig að þú eru bara þá. Ég ætla að skoða þetta. Já. Sjá hvað í boði. Nei, það er aldrei að vita að maður myndi kíkja líka helgina. Já, nei, ég vil á það. Já, þetta er besta mál, þetta er gott framtak. Já, ég er ánægður með Ólafur, menn það ég er hrósað á hann myndum daginn. Þetta er vel gert hjá hann. Hugsaði sko, þetta er örugglega geðveik vinna. Ég held að ég væri búin að ég held að ég myndi fara yfirum ef ég var að skipuleggja. Já, því ég ekki bara fara í yfirum, ég gæti ekki skipulagt svona. Nei, þú veist að hafa samband við allt þetta lið. Já. Og þú veist, það er kannski bara allir að koma í dag eða eitthvað. Sko, það var nógu mikið vesen fyrir mig og Egil hérna á föstudegi að reyna að ná sambandi við umboðsmann Jean-Claude Van Damme því við ætlum að búa til Jean-Claude Condom smokka með honum. Já. Hvað þá að fara að heyri öllum sem tónlistamönnum? Já. Það var bara vesen að hafa upp á honum. Hann var búinn að skipta einhverju umboðsskrifstofu og þessi mátti ekki ræðan og eitthvað svona. Já. Það tók okkur bara nokkra vikur að ná sko sambandi við umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Og náðu þið sambandi við hann alveg rétt, já, það ekki? Jú, já. Fyrir rest. Hvernig tók hann í það? Hann var ekkert alltaf skotin í að gera smokka sem héttu Jean-Claude Condom. Jean-Claude Condom. Já. Ég held að það er samt góð hugmynd. Já, og hann var ánægður með hugmyndina, hún fannst hugmyndin fyndin. Já. En hann sá ekki alveg hvernig þetta væri náttúrulega Egil vildi meina þetta væri $1 billion idea. Já. Hann sá ekki hvernig þeir átt að græða á sig. Nei. En meðan við það, hvað þetta var mikið vesen. Já, þá getur þetta ímyndað með hvað Óli er búin að vera að fara koma öllu þessu liði, þú veist, það er allir með þú veist, sína kröfur og hvað, þú veist, það láta þetta gista, hvaða kröfur væri Pétur Jóhann með ef hann væri superstjarnaleiðin til landsins? Segjum að þú væri bara með eitt heitasta bandi, Peter Johan and the Donuts eða eitthvað svona. Þú veist, hvað myndir að heimta? Peter Johan and the Donuts. Já. Þú og hljómsveitin á leiðin til landsins, þú ert bara einn heitasta stjarnan, það er allt gert fyrir þig. Já. Hvað viltu? Hvað þarf að vera baksviðs til að byrja með? Sko, ég myndi vilja hafa, skal ég segja, svona brauðtertu. Brauðtertu? Já. Bara eins og... Eða svona heitan rétt. Já, þú getur haft bæði, sko. Já, vel bæði. Þannig að þú vilt basically bara hafa fermingavislu á það bak. Í rauninni myndi ég vilja hafa fermingavislu með. Það er góð hugmynd. Svona og fermingaball líka? Nei, bara kræsingar. Kræsingar og fermingavislu. Þetta er rétt hjá þér. Við erum með ritskeks og osta og svona. Já. Svo myndi ég vilja hafa rúllutertu, svona... Brauðtertu? Já, og líka, sko, rækjusalat, svona brauðtertu, skilur, sem svona rúlluð. Já. Og svo svona heitan, svona skinkubrauðrétt. Ég elska heitan skinkubrauðrétt. Já, það er í svoleiðis, alveg djúsi heitan, svona... Hvaða drikkir væri á boðstólum hjá Peter J and the Donuts? Bara, kampaðin bara, dýrasta kampaðin og... Já, eitthvað flott freyðvin eða kampaðin, já. Það er bara þannig sem kallir rúlar maður. Það er heldur að vill nú bara ískalda kók með svona brauðréttum, sko. Já, kók eða appelsín eða eitthvað, sko. Já, ég myndi henda því inn. Pepsi Max fyrir mig. Pepsi Max og ískalt vatn bara líka. Já. Og svo var ég líka til í svona, kannski eina ginflösku og tónik. Smá tónik og klaka. Svona til að hafa alveg tilbúið eftir ef þeir væri búin að vera með gigið, sko. Ég myndi líka heimta, bara til að vera með leiðinda, myndi heimta 5 svona, hvað heitir þetta, svona stóla sem þú sest í sem er fullir af svona litlum hvítum koddnum. Já. Já, ég myndi vilja vera með svo leis, chillaði þeim. Já, svona koddakoddi. Nei, koddnastóll. Já, svona stór koddi. Já. Það er töff. Já, ég veit líka. Sitja í svoleiðis og borða skinkubrauðrétt. Já, ég veit líka hvað ég myndi heimta, sem ég held reyndar að væri eitthvað specialty hjá Mæju systir, en svo frétti að það eru bara allir að gera þetta. Já. Hefurðu fengið svona, það er svona rjómaostur og ostur og salsa og þetta er hitað og þú ert að setja svona nachos í þetta. Já. Svona einhver opréttur svona ídífa sem á hitar í ofninum. Já. Guð minn almáttu hvað það er gott, ég myndi heimta það. Já, setur rjómaostur neðst, já. Já, rjómaostur neðst og svo einhver salsa og svo einhver svona ostur yfir. Guð minn, ég get getið endalist þessu. Ég get ekki hættir að byrja á þessu. Já, þetta er... Ég myndi heimta þetta aðna. Ég líka. Já. Og þá veitum við það. Það er hins vegar, við erum ekki rockstjörnur og munum aldrei fá herbyggi fullt af þessu. Ekki nema Pétur sé að fara að ferma aftur sem hann gerir nú einn daginn. Jóhann Berg, hann lítur nú að fermast einn daginn. Já, Þú getur verið með þetta allt. Það er ekki nema 12 ári það. 12 ári það. Við ætlum hins vegar að fara hér í lagi á leiðinni heim
Og ég er búin að velja fínasta lag handa okkur í dag. Já, því að þú vannst brandarakeppna, þá mútt þú velja. Það má ég velja, já. Þú ert ekkert með puttan í þessu, þú veist ekki eins og hvað maður fara að hlusta á. Nei, Þetta ég ætla samt að skjóta á þetta sé Stone Temple Pilots. Nei. Eða Smashing Pumpkins. Nei, rámt. Eða Guns N' Roses. Rámt. Það er allt rámt þér. Eða Oasis. Rámt. Hljómsveitin er íslensk, en syngur hins vegar ekki á íslensku. Og þetta er rólegt og gott lag og á... Já, þá er þetta Of Monsters and Men. Nei, og þetta lag á Dikta. og þetta lag á vel við... Sigurós. Nei, þetta lag á vel við síðustu daga. Það hefur verið nóg af þessu. Lagið heitir Rain. Hljómsveitin heitir Jet Black Joe. Já. Þetta er cozy Vel valið hjá þér. og gott lag á leiðinni heim. Ég veit allt um það. Var lagið á leiðinni heim. Og talandi um að vera á leiðinni heim, það er einmitt það sem að við Pétur erum. Já, sem þýðir að við í rauninni fáum ekki að fá þetta lag. Nei, því miður. Við fáum ekki að hlusta á leiðinni heim. Það var ekkit fyrir okkur kannski. Nei, þetta var gert svona fyrir hlustendur. Alla hina sem eru á leiðinni heim. Já, við fengum að hlusta á þetta bara einnig í stúdíónu. Já, þetta er magnað. Þetta er magnað, það er eins og að komið að lokum hér hjá okkur PSA. Við erum búin að vera með ykkur síðan 4 í dag. Vonandi höfðu þið jafn gaman á við, kæru hlustendur. Já, gerir kvöld. Í kvöld, það er, ég ætla að fara að fá mér eitthvað að borða núna. Já. Og já, svo allur í hotlustunni eða ekki? Ég var að spara að fara að sækja með sushi. Sushi? Já, það var okkur sushi. Já, hvernig sushi finnst þið best? Það er sem að, sko, ég er nú ekki að fara að fá með það sushi sem ég finnst best í bænum núna. Já, þú fer bara svona okkur. Sækja mér eitthvað bakka eitthvað starf. Já. Og svo ætla ég að reyna að... Var það hvítvinn með þessu? Á miðvikudaginn, nei. Ekki? Nei. Það er bara ef ég er að fara að gera eitthvað um kvöldi. Ég er voðalega lítill svona 1 hvítvínsglas, 1 bjór gaur. Er það? Já, þetta er einhvern veginn allt eða ekkert. Nei, sko, ég get alveg léttilega að fengja mér 1 bjór og ekkert mál með það og það dettur alveg inn, mann er stundum að horfa á United eða eitthvað. En mér finnst það eiginlega bara tilgangslegt. Ég vil annarkvort bara fá mér nokkra eða engan. Svo þú ert búin að borða sushi og fáið vasklast með því. Þá ferðu vantilega að horfa á hérna United á stöð 2 Sport 2. Já, það er aldrei að vita, Gummi Ben. Já, það er í kvöld eða ekki? Jó, ég var hins vegar að spáði að fara í fótbolta sjálfur klukkan 9. Nú, já. En Pétur, hvernig kvöldið á þér? Þú fer alltaf einu sinni í viku að spila fótbolta. Já. Hverjir eru það? Þú og þínu vinir þá? Já, svona félagar. Hverjir eru það? Það er bara, hvað er ég að fara að nafngreina þá allega hérna? Nei, bara velta fyrir mér, er Sveppi í þessum hópið það? Nei, hann er ekki þarna. Sveppi, Gilsin ekkert vantala? Nei. Hjörvar Haflega vantala? Nei, ekki heldur. Björn Bragi vantala? Engin sem er eitthvað þættur í Pétur, það er ekkert alltaf verið að skilja þér neitt út undan hérna, sko. Þú ert ekki að hafa neinar áhugjur af því, nei. En ég minna, er pláss fyrir góðan mann í liði? Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég er eftir þið. Jú, eða vantar sterkar miðjumann, þá heyri ég þér á þetta. Ég er bara djúpur miðjumaður. En svo náttúrulega er ekki Grey's Anatomy búið, þannig að það er ekkert fyrir þig að gera í kvöld. Málið það, ég hef svo óbúslega góða yfirsýn á þennan leik sem að fótboltinn er. Yfir öllin og svona. Já, ég er kannski ekkert svo manna hraðastur. Nei. En trúðu mér, stungu sendingarnar og bara sendingarnar yfir höfuð. Það sendingartæknin og yfir sínin. Og yfir sínin maður, þetta eru deadly. Já, ég trúi þér. Deadly og tímasetningarnar. Og tímasetningarnar. En ætlar að segja okkur hvað það er að gera? Í kvöld? Skiptir kannski einhver máli? Nei, ég finna að það skiptir einhver máli. Nei, þetta er bara allt saman gjörsamlega. Nei, þetta er náttúrulega bara, jú, er Grey's búið? Nei, er það ekki búið? Ég veit ekki, ég er ekki að horfa á þetta. Það er alltaf komið að lokum með okkur. Takk ég vel að Rikka G, hann er að detta hér í stúdíóð. Við Hjörvar Hafleðarsson verðum mættir hér klukkan 4 og morgun. Kannski maður flengi apan bara. Við heyrumst.